Þegar ég var 16 ára gamall þá fór ég í læri hjá Ævari Kvaran, hann var með leiklistaskóla, árum saman, áratugum saman var Ævari leiklistaskóla, sem var svona hálfgerður undirbúningsskóli fyrir þá sem ætluðu að þreyta inntökupróf í til dæmis Þjóðleikhússkólann eða skóla Leikfélags Reykjavíkur eitthvað svoleiðis. Og en svo var hann með námskeið og var hann að kenna framsögn, það var honum mikið hjartansmál, það var að allir töluðu fallegt mál og sem hann sagði reyndar að minnihluti þjóðarinnar gerði og vitna alltaf til þess þegar hingað koma útlendingar og spyrja hvar get ég hlýtt á góða og vandaða íslensku og þá sagði hann ef þetta væri á Bretlandi þá myndi ég sem innfæddur segja hlustaðu á BBC, þar kemst enginn að sem ekki talar RP. Received pronunciation en hérna tala allir bara með sínu nefi og hann var alltaf að kenna fólki framsögn og var með fullt af hafði margt merkilegt til málun að leggja í þeim efnum og en var stundum hann var svona hreintungu maður og allt það en hann kendi alveg gríðarlega góð tæknileg tricks eða aðferðafræði til þess sem gerði í rauninni skildi á milli feiks og ófeiks í því að vera hæfur til upplestar maður hefur bara notið góðs af því síðan en hann var fyrsta skipti sem þegar ég settist 16 ára gamall á skólabekk hjá Ævari, hann var það var svo merkilegur maður, ég hafði sjaldan komist í eins mikið návígi við leikara, stóran leikara þú veist, og það var svo merkilegt að maður tók ekki og melti þann sem hann sagði, maður bara áta hrátt og það satt og svo meltist það kannski seinna og sumt aldrei og hann var svo merkilegur og hann talaði með þessum hátíðlega tón en það var eftir í hvernig lá á honum, hann átti til ýmsar hann var hverflindur og átti til svona ýmsar tegundir af geðhrifum og hughrifum og Ævari þótti alltaf gott að fá sér eins og hann kallaði það í staupinu, það er að segja hann kallaði samkvæmt læknisráði þá þarf ég að taka hálft staup af vodka á hverjum morgni ef ég skána ekki hádegi og fæ ég mér annan en hann var ekki svo hann var nú kannski ekki alveg svona að þegar hann var kannski að klóra í bakkanum ef einhver var að kvart yfir hann hefði drukkið á mikið en hann var alltaf hann var fyndnastur varan fannst mér mjög hátíðlegur þegar hann var að kenna okkur en þegar hann var búinn að fá sér aðeins í tána og var að deila einhverju með okkur við hittum hann til dæmis þegar við vorum orðin eldri þá vorum við að leika með honum kannski einhver smá hlutverk í leikhúsinu og hann var að leika einhver stór hlutverk eða við hittum hann í Þjóðleikhúskjallarann sem var hangout fyrir leikara og þá bauð hann okkur stundum heim og hann var svo skemmtilegur og fyndinn og sagði svo skemmtilega sögur og laug okkur alveg stútfull af alls konar sögum ekki sjálfum sér til framdráttar heldur bara skondnar sögur og eins og einhver tímann var sagt við Ævar var ekki sagt við Ævar að hann væri kvensamur og hann sagði Ævar þér hefur misheyrst þú átt við að ég njóti kvenhylli það er sitt hvað og hann átti til gríðarlega magnaðar pick-up línur alveg þú veist svo stórkostlega að það er ekki séns að hvorki hægt að reiðast þeim eða sérstaklega kannski að gleðast yfir þeim heldur það voru stundum svo flóknar en fyndnar, ég man eftir hann ávarpaði konur gjarnan svona og þá var hann svona Ævar var ekki með hærri mönnum en hann var ekki lítill heldur og þegar hann ávarpaði konur þá svona steig hann svona aðeins upp á tábergið til þess að bæta við þær vöggugjafir í lengd og hæð sem Guð hafi gefið honum og varð hærri og þá sagði hann Guð minn almáttugur sem var yfirleitt alltaf upphafið á ávarpi frá Ævari. Guð minn almáttugur. Ég held að svona fagrar konur fyndust bara í allsýr. Þetta sagði einhverja konur og bara hvað? Og uppáhalds pick-up lína mín úr ranni Ævars er þessi.
Guð minn almáttugur, aldrei á ævinni hef ég séð jafn fallega konu á jafn skömmum tíma. Og við þessu eiginlega ekkert svar. Og en hann bauð okkur í fáein skipti heim og var sérstaklega einu tímabili, það eftir við vorum í skólanum hjá honum. Og þá var hann á milli kvenna. Hann var, ef ég mann, rétt 3 kventur hann Ævar. Og hann var á milli kvenna og átti eftir að kynnast konunni sem hann síðan bjó með og það sem eftir var, þangað til hann lést. Og hann bauð okkur og hann hafði einn mjög afdráttarlausan kæk eða vana, það var, hann ók aldrei undir áhrifum. Hann átti grænan sömbím, ég gleymi því aldrei, og einu sinni erum við að fara og hann segir, ég skal bjóða ykkur til veislu. Það var búið að loka Þjóðleikhúskjallaranum og hann býður okkur. En mér vantar Öguþór. Og Júlíus Brjánsson býður sér fram, sem líka jafn mikill legari og Ævar var, ef ekki verri. Og afbragðsgóðuleikari eins og alþjóð veit. Og hann segir við, það gefur sér enginn fram, nema Júlíus. Segir, ég eini maðurinn í hópnum sem edrús. Það gleðið tíðindi, hafðu lyklana, góðu mér, og lætur hann lyklana. Júli kerði eins og vitleysingur, alla leið upp í Breiðholt og mildaði skildum ekki á teknóleiðinni, en hann kerði svo háskalega þegar við stigum út úr bílnum og sagði Ævar, minn góður, ég hef aldrei á æðminni hef ég óttast eins dýrmætt líf mitt. Og en svo bauð hann okkur, mann sérstaklega minnist þetta, hann bauð okkur til stofu. Þá settist hann ofta, hann var flinkur á píanó og hann alltaf var þessi úrvalssöngvari og hann frumflutti yfirlega í Den fyrir mína tíð, að ég er svo ungur, þá frumflutti hann lög vina sinna Jónasar Jónassonar, ýmist í þáttum Jónasar eða annar staðar, og hann frumflutti yfirlega, allavega fáein lög eftir Fúsa vinsinn, Sigfús Halldórsson. Aldrei voru fáar hljóðritanir til með honum, en hann fluttið á sviði og Fúsi og Ævar fóru út á land og voru með á héraðsmóti Framsóknarmanna eða eitthvað svoleiðis og fluttu lög eftir Fúsa og þá náttúrulega var eðlilegt að Ævar tæki smá af repertúari sínu eftir Fúsa og Jónas þegar hann bauð okkur heim og setti slagverðin og var fjári góður á píanó og söng fallega. Og svo sagði hann sögur á milli, þetta var bara svona svo Viktor Borge að spila píanó og segja sögur. Já, nú Ævar settist í píanóið og byrjaði að leika eitthvað eftir Fúsa eða Jónas og einhver veitti eftirtekt að píanóið var ekki merkt framlega enda. Þetta var svona frekar svona plain slagharpa. Og spurði Ævar hverju þetta sætti og Ævar, þá lagði Ævar tímabundið niður söng og leik í miðri hendingu, ó blóm sem degið björtu vöku nætur sem ráðum hverfið inn í vetrarskuggan, og svo sneri hann sér frá píanó eins og Viktor Borge og sagði með svona smá slagsíðu, sagði, hljóðfærið þetta er af gerðinni Reykjavík. Og enginn kannaðist við að hafa heyrt það nefnt. Og sá framleiðandi hefur þó sérvisku að merkja aldrei hljóðfærin sín. Og við hefum alltaf þetta er merkilegt. Og svo kom, kannaðist enginn við þetta, það kom löng saga. Og svo fyndin að ég get aldrei sagt hana, mun aldrei geta sagt hana eins og Ævar sagði hana. Hann segi, það má vera að þið hefðu öll einhvern tímann heyrt Jón Hreggviðsson, snærisbóndan frá Rein á Akranesi, sem að Nóbelsskáldi gerði það yrkisefni í Íslandsbókunni og allir könnuðust við það náttúrulega. Og þegar hann lagði leið sína til Hollands hins blauta, gerði hann konu barn og en sá hana aldrei aftur. Drengurinn tók upp nafn föður síns, en sögum gormælgi hollendinga, skolaðist Hreggviðsson ögn til í meðförum og úr varð Reykjavík. Drengurinn var músikelskur og hóf í fyllingu tímans að tálga út og strekkja víra í slaghörpur.
undir vörumerkinu Reykjavíks. Þau þóttu engar hljómþýð, þessi hljóðfæri, vegna orð sem farið hafði af föður drengsins misindismanninum Jón Rein, ákvað hann að, farið hafði hjá Rein, ákvað hann að spilla ekki sölunni og merkti þau sem sagt Reykjavíks. Svo dró Ævar djúpt andan, sneri sér að píanóinu og söng. Hvers að bíða hægt ég, rís á fætur og hljóðlátt dreg ég tjöldin fyrir glugga og lagði svo lokja. Það var stundum alveg stórkostlegar og hann var anskoti spontant nema hann hafi verið búinn að undirbúa sig vel áður. Hann átti allavega mjög góð tilsvör og lægar og þau voru iðulega af svona hátíðlegri gerð en með ofsalega fínum húmor. Hann var til dæmis stöðugt að segja manni hvað hann væri vinsæll og frægur og hvað þjóðin kynna með hann og hann var tóltið með það á heilanum á svona hátíðlegan hátt. Eins og þegar hann hafði einstakt lag á að æsa upp kollegan, hann var í frumsýningapartíi, ég var nú ekki viðstaddur en hann var frumsýningapartíi þar sem hún tókst að æsa upp kollega sinn með því að segja að hlutverki sem hinn var nýbúin, þetta var frumsýningapartíi, að hlutverki sem hinn var nýbúin að leika, þetta var hlutverk sem Ævar hefði náttúrulega, hann narraði þennan kollega sinn og rauninni afvopnaðan með því að segja þegar ég var að horfa á annan þáttinn utan úr Væng í kvöld og kollegi bara, var ekki oft sem að leikara nenna að horfa á senur með öðrum og hann sagði, já, og ég fylgdist með þér allan tíman. Þetta var snóturlega gert sér þér. Og hinn var alveg, Ævar bara hæla mér. En þá var mér ljóst og í rauninni öllum áhorfendum í salnum sem aldrei fyrr hversu ránglega það hefði verið skipað í hlutverk því ég hefði átt að leika þetta og þá reiddist kolleginn á 5. glasi og sló til Ævars þannig að hann fekk skurði yfir ennið og Ævar stóð upp og rauk á klósetti og á baðherbergi og fullt af kollegum eftir honum og svo leit hann í spegilinn og hann lag niður blóð og hann sagði staðan fyrir að segja, hringi á sjúkrabíl og sagði, hvað skildi íslenska þjóðin segja núna? Ef hún sæði þennan fræga leikara svona á sig komin. Já, svo Ævar var mikið fyrir að Ísland, það er svo mikið af slettum sem eru notaðar í leikhúsinu, baksins, og þar ægir saman svona verður að stílveislu og ægir saman orðum úr grísku, latínu, ensku, dönsku, frönsku, ég segi bara name it. Og Ævar var hallur undir það að íslenska sem þessari orða. Eins og til dæmis það alltaf tala um að fade in og fade out og feita upp og feita út í hljóði eða ljósum. Og Ævar, og það var að kalla um crossfade, þetta er allt saman spurningum að deyfa ljósin eða hækka þau eða ávið í tónlist líka, ávið í hljóði. Og hljóðflutning og Ævar vildi hafa það að skyggja út og skyggja inn og hann hafði þetta alltaf ef hann gerði handrit fyrir útvarp og svona hafa hljóð skyggjur inn, hljóð skyggjur út og ef það var crossfade sem hefði verið áður þá vildi Ævar hafa það víxlskygging. Þetta festist nú ekki vel og Ævar sagði þessi orð þessi nýyrði mín hafa átt erfitt uppdráttar einkanlega að feita inn og feita upp. Það gerðist á æfingu á Kardamúumbænum að ljósamistarinn kallaði þetta á sal feita upp í turninn Tobíasar og hold mikil leikkona sem fór með hlutverk í sýningunni tók þetta til sín og fór að gráta. Feita upp í turninn Tobíasar. Ég held þetta væri til sín. En Ævar sagði okkur í rauninni, ég fattaði ekki fyrir eftir heilan vetur í skóla hjá honum að hann var oft að gauka á okkur einhverjum fróðleik sem að
í mínum eyrum voru bara atvikssögur eða anekdótur. Þannig fór ég fyrst að safna anekdótum eftir þann vetur reyndar. Raunar var það Arnar Jónsson, minn mentor, árinu seinna, þegar ég var 17 ára, sem að jós svoleiðis yfir mig skemmtilegum anekdótum sem var til þess að ég fór að safna þeim og gaf svo í fyllingu tímans út bókina, eða öllu heldur Tindur gaf út bókina mína Ég drefst það sem ég sýnist, sem uppfull af atvikssögum og leikhúsinu og allskyns minningum undan sviðsljósunum. Og Já, ég fattaði þetta ekki. Jú, bókin, ég drefst það sem mér sýnist. Ég drefst það sem mér sýnist. Gísli Rúnar og grínarar Hringsviðsins segja 2000 dreplægilegar sögur úr sviðsljósinu og skugga þess. Skaðræðislega skondnar og baneitraðar uppákomur úr skemmtibransanum í skóinn á jólum. En Ævar var í rauninni, maður fattaði eftir að hann hefði verið að koma ýmsum fróðleik áleiðis með því að segja okkur skondnar sögur úr leikhúsinu. En eins og títt með leikara, þá voru nú ekki margir í uppáhaldi hjá honum og hann hafði ýmis orðum leikar, en hann nefndi það nú yfirleitt ekki á nafn, ekki þegar við vorum í skólanum, það var ekki fyrir seinna. Hann hafði þá svona etíka en einhver tíma þá hafði verið skipað í stórt hlutverk sem honum fannst hann hafa farið á misvið og hefði átt að skipa hann í og þetta var hlutverk sem sagt ríkisarfa í einum af leikritum Shakespeares og hann sagði eitthvað á þá leið þegar var verið að spurja hann, við vorum að rukka hann í kaffitímanum í skólanum hvað honum fyndist og þá sagði hann það álitið mál, en það er náttúrulega alveg ljóst að smámenni getur aldrei túlkað stórmenni og en svo þegar hann var á alvarlega og hátíðlega stíðinu sínu, þá kom ekki neitt, þá var hann bara upphafinn til og með á sýningum stundum. Ég man við vorum með honum í Jóni Arasyni, ég og Júlli Brjáns lékum einhver smá hlutverk, einhver statista hlutverk og Ævar lék nokkuð stórt hlutverk, ég man nú ekki alveg hvað það var í Jóni Arasyni. En við stóðum út í væng, tilbúnir í næstu innkomu og hölluðum okkur upp að grindverkinu sem stendur fyrir framan kaðlana, þar sem er að hífa upp og niður leiktjöldin úr turninum og hann var svona á milli okkar og við stóðum svona sitthvorum megin við hann og vorum nú eitthvað að reyna. Júlli var flinkur að narra upp úr þessum gömlu höfðingjum ýmislegt og það gekk eitthvað treglega þetta kvöld að fá Ævar að segja eitthvað skemmtilegt þegar hann væng og en akkurat þegar við erum að bíða þarna þá blasir við okkur inn á sviði sena sem gerist á Þingvöllum, það sem að sunnlendingur og norrlendingur hittast, eitthvað sem er árlegu viðburður. Og með hlutverk þeirra, norrlendingsins og sunnlendingsins, fóru Valdimar Helgason, sem var gríðarlega skemmtilegu leikari, afskaplega holdmikill og hafði eiginlega fasta áskrift og ákveðna rullur í íslenskum leikritum eins og Manni og konu og Pilt og stúlku og Skuggasveini. Hann lék alltaf við hverja enduruppfærsluna fætur annarri lék hann Jón Sterka eða Þorstein Matgogg í Pilt og stúlku eða hann Hjálmar Tudda í Manni og konu. Skemmtilegur leikari en auðvitað svolítið á eina bókina lærðu vegna þess að hann var lítill og samanrekinn og feitur. Á mótunum var í hinnum, sunnlendingum eða norrlendingum, var Klemens Jónsson og Ævari hafði aldrei verið neitt sérlega hlýtt til Klemensa og hann horfir á hann og svo segir hann allt í einu við okkur: Lítiði á hann Klemens. Við gerðum það. Hans fyrsti leiklistarkennari var Haraldur Björnsson, sá mæti leikari sem var þá löngu látinn og ég þekkti aldrei neitt. Klemens tók Harald sér algjörlega til fyrirmyndar og við svona meltum þetta aðeins. Gallinn var að hann tileinkaði sér einvörðungu gallanans.
Já, og svo var þessi saga sem Ævar hefði óskaplega gaman að segja og sagði manni hana aftur og aftur við ýmis tækifæri en hún var alltaf að fyndin þegar hún var alltaf upphafin og en fyndin. Það var eitthvað á þá leið að segja ég var einhvern tímann bráði mér á öldurhús til þess að vökva lífsblómið og þegar ég kom heim stóð kona mín þar á miðju gólfi og hrytti í mig ónúð. Ég alveg saklaus hafði ekkert að mig gert. Og ég reyndi að leiða hana hjá mér en hún hélt áfram að hreyti í mig ónúðum þess að hún stóð á náttslopnum. Ég snöggreiddist, greip til næstu bókar sem ég fann í gríðarlega stóru og viðamiklu og vönduðu bókasafni mínu. Tók bókina og hendi í áttina á konunni minni. Guði sé lof, þá hæfði ég ekki. Þannig að bókin lenti á vegg og skattaðist illa. Kona mín hreytti enn í mig ónundum og við svo búið rauk hún inn í svefnherbergi. Ég tók upp bókina og kannaði ástandið og þótti miður að hún hafði skattast töluvert á kýli. Þá verður mér litið á kjölinn og hvaða bók er þetta? Jú, Gildi góðleikans eftir Ævar R. Kvaran.